Grænlendinga þáttur. Sokki hét maður og var Þórisson. Hann bjó í Brattahlíð á Grænlandi. Hann var mikils virður og vinsæll. Einar hét sonur hans og var mannvænlegur maður. Þeir feðgar áttu mikið vald á Grænlandi og kváru þeir mjög fyrir mönnum. Einhverju sinni lét Sokki þings kveðja og tjáði það fyrir mönnum að hann vildi að landið væri eigi lengur biskupslaust og vildi að allir landsmenn legðu sína muni til að biskupsstól væri efldur. Bændur játtuðu því allir. Sokki bað Einar son sinn fara þessa ferð til Noregs. Kvað hann vera sendilegstan mann þess erindis að fara. Hann kveðst fara mundu sem hann vildi. Einar hafði með sér tannvöru mikla og svörð að heimta sig fram við höfðingja. Þeir komu við Noreg. Þá var Sigurður Jórsalarfari konungur að Noregi. Einar kom á fund konungs og heimti sig fram með fégjöfum og tjáði síðan mál sitt og erindi og beitti konung þar til fulltings að hann næði slíku sem hann beitti fyrir nauðsyn landsins. Konungur lét þeim það víst betur henta. Síðan kallaði konungur til sín þann mann Arnaldur hét. Hann var góður klerkur og vel til kennimanns falinn. Konungur beitti að hann réðist til þessa vanda fyrir Guðs sakar og bænar hans, og mun ég senda þig til Danmarkar á fund Össurar erkibiskups í Lundi með mínum bréfum og innsiglum. Arnaldur kvaðst ófús til að ráðast, fyrst fyrir sjálfsins sakar hann væri lítt til fallinn, og síðan að skilja við vini sína og frændur, í þriðja stað að eiga við torsóttlegt fólk. Konungur kvað hann því meira gott mundu eftirtaka sem hann hefði fyrir skapbrunn af mönnum. Hann kvaðst eigi nenna að skerast undan hans bæn, en ef þess verður auðitt að ég taka biskupsvígslu, þá vil ég að Einar sveri mér þess eið að halda og fullingja rétt biskupsstólsins og eignum þeim Guði eru gefnar og hegna þeim áganga og sé varnarmaður fyrir öllum hlutum staðarins. Konungur kvað hann það gera skyldu. Einar kvaðst undir það ganga. Síðan fór biskupsefni á fund Össurar erkibiskups og sagði honum sitt erindi með konungsbréfum. Erkibiskup tók honum vel og reyndust hugi við. Og biskup sá að þessi maður var vel til tignar fallinn, vígði hann Arnald til biskups og leysti hann vel af hendi. Síðan kom Arnaldur biskup til konungs og tók hann við honum vel. Einar hafði haft með sér bjarndýri af Grænlandi og gaf það Sigurði konungi. Fékk hann þar í mót sæmnir og metorð af konungi. Síðan fóru þeir á einu skipi, biskup og Einar. Á öðru skipi bjóst Arnbjörn austmaður og norrænir menn með honum og vildu og fara út til Grænlands. Síðan létu þeir í haf og greiðist eigi byrðin mjög í hag þeim og komu þeir biskup og Einar í Holtavatnsós undir Eyjafjöllum á Íslandi. Þá bjó Sæmundur fróði í Odda. Hann fór á fund biskups og bauð honum til sín vetrin. Biskup þakkaði honum og lést það þiggja mundu. Einar var undir Eyjafjöllum vetrin. Það sagt, þá biskup reið frá skipi og menn hans að þeir áðu á bæ nokkurum í Landeyjum og sátu úti.
Þá gekk út kerling ein og hafði ullkamb í hendi. Hún gekk að einum manni og mælti: Muntu festa botki tindinn í kambi mínu. Hann tók við og kvaðst mundu at gera og tók hnjóðhamar úr mal einum og gerði at og líkaði kerlingu alvel. En það var biskup raunar að hann var hagur vel og því frá þessu sagt að hann sýndi lítillæti sitt. Hann var í odda metrinn og fór þeim Sæmundi alvel. En til þeirra Arnbjarnar spurðist ekki. Ætluðu þeir biskup að hann mundi komin til Grænlands. Sumarið eftir fóru þeir biskup og Einar af Íslandi og komu við Grænland í Eiríksfjörð og tóku menn við þeim alvel. Spurðu þeir þá enn ekki til Arnbjarnar og þótti það undarlegt og liðu svá nokkur sumur. Gerðist nú umræða mikil að þeir munu týnst hafa. Biskup setti stól sinn í görðum og réðst þangað til. Var Einar honum þá mestur styrktarmaður og þeir feðgar. Þeir váru og mest metnir af öllum landsmönnum af biskupi. Sigurður hét maður og var Njálsson, grænlenskur maður. Hann fór oft á haustum til fangs í óbyggðir. Hann var sægarp mikil, þeir váru 15 saman. Þeir komu sumarið að jöklinum Hvítserk og höfðu fundið nokkurar eldstóar manna og enn nokkurn veiðiskap. Þá mælti Sigurður: Hvers eru þér fúsari að hverfa aftur eða fara lengra? Nú ekki sumars mikill eftir, en fang orðið lítið. Hásetar kváðust fúsari aftur að hverfa og sögðu mannhættu mikla að fara stórfjöru undir jöklum. Hann kvað það satt, en svá segir mér hugur að eftir muni meira fangit ef því náir. Þeir báðu hann ráða, káðu lengi hans forsjá hlýtt hafa og þó vel gefist. Honum kveðst meira að halda fram og svá var gert. Steinþór hét maður á skipi þeirra var. Hann tók til orða: Dreymði mig í nótt, Sigurður, sagði hann, og mun ég segja þér drauminn. Nú vér fórum á fjörðinn þennan mikla, þóttumst ég komin í milli bjarga nokkura og æpa til bjargar mér. Sigurður hvað draum meðalagi góðan, og skildir þú þar eigi björg undir fótum tróða og hitta eigi í þann einangur að þú mættir eigi munni halda. Steinþór var heldur æðimaður í skaplindi og óforsjá. Og þeir sækja inn á fjörðinn, þá mælti Sigurður: Hvátt sem mér sýnist að skip sé inn á fjörðinn. Þeir kváðu svá vera. Sigurður hvað það tíðendum mundu gegna, heldur nú síðan inn að og sá að skipið var sett upp í ein árós og gert fyrir ofan. Þar var mikill hafskip. Síðan gengu þeir á land og sá skála og tjald skammt frá. Þá mælti Sigurður að þeir munu tjalda fyrst og nú liðið á dag, og vil ég að menn sé killátir og varúðgir, og sá gerðu þeir. Og morguninn ganga þeir og sjást Þeir sjá stokk ein hjá sér og stóð í borhlögs og mannsræ hjá. Sigurður hvað þann mann viðinn höggvit hafa og hafa orðið vanmegitt af megri. Síðan gengu þeir að skálanum og sá þar annað mannsræ. Sigurður hvað þann gengið hafa meðan hann mátti.
og munu þessir verið hafa þjónustumenn þeirra í skálanum eru. Öxl á og hjá þessu. Þá mælti Sigurður: það kalla ég ráð að rjúfa skálan og láta leggja út daun af líkum þeim inni eru, og yldu, lengi munu legið hafa, og varast menn fyrir að verða, því að þess eigi lítil ván, að mönnum verði að því mein, mjög á móti eðli manna, þótt líkendi sé á því að menn þessir munu oss ekki illt gera. Steinþór kvað slíkt undarlegt að gera sér meira fyrir en þurfti og gekk á hurðina, en þeir rufu skálan. Og Steinþór gekk út, leit Sigurður til hans og mælti: almjög manninum brugðið. Hann tók þegar að æpa og klaupa, en þeir eftir félagar hans. Hann hleyp síðan í hamarrifu nokkura, þar enginn mátti að honum komast, og fekk hann bana. Sigurður kvað hann of berdreiman. Síðan rufu þeir skálan og gerðu eftir því sem Sigurður mælti, og var þeim ekki mein að. Þeir sá þar í skálanum menn dauða og fé mikið. Þá mælti Sigurður: það sýnist mér ráð að þér hleypið holdi að beinum þeirra í heitu kötlum þeirra, þeir hafa átt, og svo hægra til kirkju að færa. Og það líkast að Arnbjörn muni hér verið hafa, því að skip þetta annað fagra hér stendur á landi, hef ég heyrt að hann hafi átt. Það var höfðaskip og steint og mikil gersemi. Kaupskipið var brotið mjög neðan, og kvaðst Sigurður ætla að það mundi að engum nytjum verða. Þeir tóku ór sauminn en brenndu skipið og höfðu hlaðna ferjuna úr óbyggðum eftirbátinn og höfðaskipið. Þeir komu í byggðina og fundu biskup í görðum, og sagði Sigurður honum tíðindin og fjárfundin. Nú kann ég eigi annað sjá, sagði hann, en það fé þeirra muni best komið beinum þeirra fylgir, og ef ég á nokkuru ráð, þá vil ég að sá sé. Biskup kvað hann vel hafa með farið og vitrlega, og það mæltu allir. Mikið fé fylgdi líkum þeirra. Biskup kvað gersemi mikla vera höfðaskipið. Sigurður kvað og það sannlegast að það færi til staðarins fyrir sálum þeirra. Öðru fé skiptu þeir með sér fundið höfðu að grænlenskum lögum. Og þessi tíðindi komu til Noregs, þá spurði það sá maður Össur hét og var systursonur Arnbjarnar. Og fleiri mann voru þeir sína frændur höfðu mist í því skipi og væntu til greiðslu féið. Þeir komu í Eiríksfjörð og sóttu menn til fundar við þá og slógu kaupum. Síðan tóku menn sér vistir. Össur stýrimaður fór í Garða til biskups og var þar vetrin. Í Vestribyggð var þá annars kaupskip. Þar var Kolbeinn Þorljótsson, norræn maður. Nú þriðja skipi réð sá maður Hermundur hét og var Koðránsson og Þorgils bróðir hans, og höfðu mikla sveit manna. Vetrin kom Össur að máli við biskup að hann ætti þangað féván eftir Arnbjörn frænda sinn, og beiddi biskup þar gera greiða á bæði fyrir sína hönd og annarra manna. Biskup kvaðst fé tekið hafa eftir grænlenskum lögum eftir slíka atburði. Kvaðst þetta ekki gert hafa með einræði sitt, hvað það maklegast að það fé færi þeim til sálu hjálpar aflatt höfðu, og til þeirrar kirkju bein þeirra váru að grafin, sagði það manndómsleysi að kalla nú til fjárs þess. Síðan vildi Össur eigi vera í görðum með biskupi og fór til sveitunga sinna,
og héldu sig svo allir samt vetrin. Várið bjó Össur mál til þings þeirra Grænlendinga og var það þing í Görðum. Kom þar biskup og Einar Sokkason og höfðu þeir fjölmenni mikill. Össur kom þar og þeir skipurar hans. Og dómur var settur, þá gekk Einar að dómi með fjölmenni og kveðst ætla að þeim mundi erfitt að eiga við útlenda menn í Noregi ef svá skyldi þar. Viljum vér þau lög hafa hér ganga, sagði Einar. Og dómurinn fór út, náðu austmenn eigi málum fram að koma og stukku frá. Nú líkar Össuri illa, þykist hafa af óvirðing en fé ekki, og varð það hans óræði að hann fer til þar skipið það steinda og hjó tvö borð sínum megin hvátt upp frá kilinu. Eftir það fór hann til Vestribyggðar og hitti þá Kolbein og Ketil Kálfsson og sagði þeim svo búið. Kolbein kvað ósæmd til tekna enda sagði hann óræði ekki gott. Ketil mælti, fýsa vil ég þig að þú ráðist hingað til vár því að ég hefi spurt fastmæli biskups og Einars, en þú munt vannfær að sitja fyrir tilstili biskups en framkvæmd Einars og verum heldur allir saman. Hann kvað og líklegast að það mundi afráðast. Þar var í sveit með þeim kaupmönnum Ísa Steingrímur. Össur fór þá aftur til Kiðjabergs, þar hafði hann áður verið. Biskup var reiður mjög hann spurði að spillt var skipinu og kallar til sín Einar Sokkason og mælti. Nú til þess að taka þú hérst með svardaga vér fórum af Noregi að refsa svívirðing staðarins og hans eigna við þá það gerðu. Nú kalla ég Össur hafa fyrirgert sér hann hefur spillt eignvári og sýnt oss í öllum hlutum óþekkðar svip. Nú ekki að dyljast við að mér líkar eigi svá búið og ég kalla þig Eiðrófa ef kyrrt Einar svarar, eigi þetta vel gert herra, en mæla munu það sumir að nokkur várkun sé á við Össur svo miklu sem hann sviptur. Þótt eigi sé vel í höndum haft, þá þeir sá góða gripi frændur þeirra höfðu átt og náðu eigi og veit ekki varla hverju ég skal hérum heita. Þeir skildu fálega og var reiðisvipur á biskupi. Og þá menn sóttu til kirkjumessu og til veislu á Langanes var biskup þar og Einar að veislunni. Margt fólk var komið til tíða og söng biskup messu. Þá var kominn Össur og stóð undir kirkju sunnan og við kirkjuvegginn og talaði sá maður við hann Brandur hét og var Þórðarson, heimamaður biskups. Þessi maður bað Össur væja til við biskup og vænti ég, sagði hann, að þá muni vel duga en nú ægir við svá. Össur kvaðst ekki fá það af sér, sá illa sem við hann var búið og áttu þeir nú þetta að tala. Þá gengu þeir biskup frá kirkju og heim til húsa og var Einar þar í göngu. Og þeir komu fyrir skáladyrnar, þá snerist Einar frá fylgðinni og gekk inn í brott til kirkjugarðsins og tók öxi úr hendi tíðamanni einum og gekk suður kirkjuna. Össur stóð þar og studdist á öxi sína. Einar hjó hann þegar bana högg og gekk inn eftir það og váru þá borð uppi. Einar steig undir borðið gegnt biskupi og mælti ekki orð. Síðan gekk hann Brandur Þórðarson í stofuna og fyrir biskup og mælti, nokkuð tíðinda sagt yður, herra? Biskup kvaðst ekki spurt hafa, eða hvað segir þú? Hann svarar, sígast nú lét ein hér úti.
Biskup mælti: Hver veldur því, eða hver fyrir orðin? Brandur hvað hann nær frákunni að segja. Biskup mælti: Veldur þú Einar líftjóni Össurar? Hann svarar: Því veld ek víst. Biskup mælti: Eigur slík verk góð, en þó várkunn á. Brandur bað að tvá skildi líkinu og syngja yfir. Biskup hvað mundu gefa tóm til þess, og sátu menn undir borðum og fóru að öllu tómlega, og hvekk biskup sá fremi menn til að syngja yfir líkinu, Einar bað þess, og hvað það sama að gera það með sæmd. Biskup kvaðst ætla að það mun réttara að grafa hann eigi að kirkju, en þó við bæn þína skal hann hér jarða, að þessi kirkju að eigi heimilisprestur. Og hvekk hann eigi til fyrr kennimenn yfir að syngja en áður var lík búið. Þá mælti Einar: Nú hafa orðið í stökki brögð og ekki lítt af yðru tilstili, en hér eiga þó hlut í ofsamenn miklir og getek að stórir úvar rísi á með oss. Biskup kvaðst vænta að menn munu þessum ofsa af sér hrinda, en unna sæmðar fyrir mál þetta og umdæmis, ef eigi væri með ofsa að gengið. Tíðindi þessi spurðust og fréttu það kaupmenn. Þá mælti Ketil Kálsson: Ekki fór fjarri getu minni að honum mundi höfuðgjarnt verða. Maður hét Símon, frændi Össurar, mikil maður og sterkur. Ketil hvað vera mega ef Símon fylgði atgerfi sinni, að hann muna dráp Össurar frænda síns. Símon kvaðst þar eigi mundu ferleg orð hafa. Ketil lét búa skip þeirra og sendi menn af fund Kolbeins stýrimanns og sagði honum tíðindin. Og segið honum svá að ég skal fara með máli á hendur Einari, því að mér eru kunnig grænlensk lög. Og ég búinn til við þá, höfum vér og mikinn liðskost, ef að oss kemst. Símon kvaðst vilja Ketils ráðum framfara. Síðan fór hann og hitti Kolbein, sagði honum vígitt og þar með orðsending Ketils, og þeir skildu snúast til liðveislu við þá úr Vestribyggð og sækja til þings þeirra grænlendinga. Kolbein kvaðst koma mundu að vissu, ef hann mætti, og kvaðst vilja að grænlendingum yrði það eigi akkeipi að drepa menn þeirra. Ketil tók þegar mál af Símoni og fór með nokkura sveit manna, en sagði að þeir kaupmenn skildu halda skjótt eftir, og hafið varning með yður. Kolbein fór þegar honum komu þessi orð, bað og félaga sína fara til þings, og kveðst þá hafa svá mikla sveit, að óvíst væri að grænlendingar sæti yfir hlut þeirra. Nú hittust þeir Kolbein og Ketil og báru ráð sín saman. Hvártveiki þeirra var gildur maður. Nú fóru þeir og bægði þeim veður, og komast þó fram og höfðu mikla sveit manna, en þó minni en þeir hugðu. Nú komu menn til þings. Sokki var þar kominn Þórisson. Hann var vitr maður, og var þá gamal og mjög tekinn til að gera mál manna. Hann gengur að fund þeirra Kolbeins og Ketils og kvaðst vilja leita sættir. Vil ek bjóðast til, segir hann, að gera í milli yðvar, og þótt mér sé meiri vandi á við Einar son minn, þá skal það þó gera, en mér og öðrum vitrum mönnum líst nær sanni. Ketil kvaðst ætla að þeir mundi málum framhalda til málsfyllingar, en fyrir kveðast eigi að taka sættir. En þó ört að gengið við oss, en höfum ekki vanist því hér til að minnka varan hlut.
Sokki kveðst ætla að þeir muni ekki jafnt að vígi standa og hvað óvíst að þeir fengi mæri seimð þó hann dæmdi eigi. Kaupmenn gengu að dómi og hafði Ketil mál frammi á hönd Einari. Þá mælti Einar: það munu víða spyrjast ef þeir bera oss hér málum, og gekk að dóminum og kleipir upp og fengu þeir ekki haldið. Þá mælti Sokki: kostur skal en þess ekki bauð að sættast og gera málið. Ketil kveðst ætla að það mundi nú ekki verða. Þú leggur til yfirbóta, það þó enn sami ójafnaður Einars þetta mál, og skilðu að því. En því komu kaupmenn eigi úr Vestribyggð til þings að þá var andviðri þeir váru búnir með 2 skipum. En að miðju sumri skildi sætt gera á Eiði. Þá komu þeir kaupmenn vestan og lögðu at við nes nokkurt og hittust þeir þá allir saman og áttu stefnur. Þá mælti Kolbeinn að eigi skildi svo nær hafa gengið sættirnar þeir hefði allir samt verið. En það þykir mér nú ráð að við farim allir til þess að fundar með slíkum föngum sem til eru. Og svo var að þeir fóru og leyndust í leynivági einum skammt frá biskupsstólunum. Það bar saman að biskupsstólunum að hringði til hámessu, og það að Einar Sokkason kom. Og kaupmennirnir heyrðu þetta, þá sögðu þeir að miklu skildi gera virðing til Einars, að hringja skal í mót honum, og kváðu slíkt mikil eindæmi og urðu illa við. Kolbeinn mælti: verðið eigi illa við þetta, því að sá mætti að berjast, að þetta yrði að líkhringingu áður kveld kæmi. Nú komu þeir Einar og settust niður í brekku einni. Sokki lét fram gripi til virðingar og þá til gjalds váru ætlaðir. Ketil mælti: það vileg að við Hermundur Konráðsson virðum gripina. Sokki hvað svo vera skildu. Símon frændi Össurar sýndi á sér óþekkðarsvip og reikaði hjá meðan gripagjaldið var sett. Síðan var framborin spangabrynja ein forn. Símon mælti þá: svívirðilega slíkt boðið fyrir slíkan mann sem Össur var, og kastaði brynjunu á völlinn á brott og gekk upp að þeim þeir sátu í brekkunni. Og það sá þeir Grænlendingar, þá spretta þeir upp og horfði forbrekkis og í móti honum Símoni. Og því næst gekk Kolbeinn upp hjá þeim þeir horfðu allir frá og slæst á bak þeim og fór einn frá sínum mönnum og var það jafnt snemma að hann komst á bak Einari og hjó með öxi milli herða honum og Einars öx kom í höfuð Símoni og fengu báðir banasár. Einar mælti: hann fell, slíks var að ván. Síðan hljóp Þórður, fóstbróðir Einars, að Kolbeini og vildi höggva hann, en Kolbeinn snaraðist við honum og stakk fram öxarhyrnunni og kom í barkann Þórði og hafði hann þegar bana. Síðan slær í bardaga með þeim. Biskup satt hjá Einari og andaðist hann í knjám honum. Steingrímur hét maður það mælti að þeir skildi gera svo vel að berjast eigi og gekk á milli með nokkura menn, en hvárir tveggja váru svo óðir að Steingrímur var lagður í sverði í gegnum í þessari hríð. Einar andaðist uppi á brekkunni við búð Grænlendinga. Og nú urðu menn sárir mjög og komust þeir Kolbeinn til skips með 3 sína menn vegna og fóru síðan yfir Einarsfjörð til Skjálksbúða. Þar váru kaupskipin og váru þá mjög í búnaði. Kolbeinn hvað í hafa gerst nokkura róstu og vil ekki ætla að Grænlendingar uni nú ekki betur við en áður. Ketil mælti: stannirði gafst þér Kolbeinn, sagði hann, að við myndum heyra líkhringingina áður við færim í brott og ætla ég að hann Einar sé dauður borinn til kirkju. Kolbeinn kveðst heldur þannig hafa at stutt. Ketil mælti: þess ván
að Grænlendingar muni sækja ávarn fund og kalla ég ráð að menn haldi á búnaði sínum eftir föngum og sé allir á skipum nætur. Og svo gerðu þeir, Sokki harmaði mjög þessi tíðindi og hvað menn fulltingis að veita sér vígsgengi. Hallur hét maður, hann bjó að Sólarfjölum, vitur maður og góður bóndi. Hann var í liði með Sokka og kom síðast með sínu liði. Hann mælti til Sokka: ekki vænleg líst mér þín ætlan að leggja smáskipum að stórskipum við slíkan viðbúnað sem ég hygg að þeir muni hafa, en ég veit eigi hversu traust lið þú hefir, en allir vaskir menn munu vel gefast, en hinir munu hlífast meir og verða höfuðsmenn fyrir það uppgefnir, og horfir þá enn þunglega málarhlutur en áður. Nú sýnist mér ráð, ef menn skulu atleggja að eiðar fari fram, að hver maður skilja annað hvort hér falla eða hafa sigur. En við þessi orð Halls dignuðu menn mjög. Sokki mælti: eigi munum vér þó skilja við þetta, að ósétt sé málunum. Hallur kveðst mundu leita sættir vilja þeirra og kallaði á kaupmenn og mælti: hvort skal mér frítt að ganga hér á fund yðvan? Þeir Kolbeinn og Ketill svara að honum skyldi frítt. Síðan hitti hann þá og lét nauðsyn að málum væri sett eftir slík stórverki. Þeir kváðust nú búnir við kváru sem aðrir vildi, kváðu af þeim landsmönnum allan þennan ójafnað staðið hafa. En nú þú sýnir svo mikla góðgernd, þá unum vér því að þú gerir í millivár. Hann kvaðst eftir því gera mundu og dæma, honum sýndist réttilegast, hversu sem hvárum líkaði. Síðan var þetta fyrir Sokka borið. Hann kvaðst og mundu una umdæmi Halls. Kaupmenn skildu nætur að búnaði sínum og kváðu Sokka ekki annað líka en þeir yrði í brottu sem fyrst. En ef þeir seinka búnað sinn og gera mér skaphrun í því, þá vísván að þeir skulu bótalausir ef þeir verða teknir. Nú skildu þeir að því og var á sáttarfund kveðið. Ketill mælti: ekki horfir skjótlega búnaðurvár, en vistföng þverra heldur, og það mitt ráð að leita eftir vistunum og veit ekki hvar sá maður býr mikinn mat á, og kalla ég ráð að sækja eftir. Þeir kváðust þess albúnir. Síðan hljópu þeir upp eina nátt frá skipum 3 manna saman, allir vápnaðir, og komu að bænum og var þar aukt allt. Þórarinn hét bóndi sá þar bjó. Ketill mælti: eigi hefur mitt ráð vel gefist, og fara síðan í brott frá bænum og ofan á leið til skipa, og var þar hrísótt þeir fóru. Þá mælti Ketill: syfjar mig, sagði hann, og verð ég að sofa. Þeir kváðu það ekki mjög ráðlegt, en þó lagðist hann niður og sofnaði, en þeir sátu yfir. Litlu síðar vaknaði hann og mælti: margt hefir fyrir mig borið, hvað mun varða þótt við kippum upp hríslu þessi, hér undir höfði mér. Þeir kippuðu upp hríslunni og var þar undir jarðhús mikill. Ketill mælti: vitum fyrst hvað hér fanga. Þeir fundu þar 6 tígu sláturgripa og 12 vættir smjörs skreið mikla. Vel það, sagði Ketill, að ég hefi eigi vilt upp borið fyrir yður. Nú fara þeir til skips með fengsinn. Nú líður að sáttarfundinum og komu hváru tveggju til þess fundar, kaupmenn og landsmenn. Þá mælti Hallur: sú sáttargerð mín yðvar í milli, að ég vil að ástandist víg Össurar og Einars, en fyrir manna munu skulu koma sektir austmanna, að þeir skulu hér ekki eigi vist né væri. Þau víg skulu og jöfn vera Steingríms bónda og Símonar,
Kráks Austmanns og Þorfinns Grænlendings, Vígvats Austmanns og Bjarna Grænlendings, Þóris og Þórðar. Nú ein óbættur var maður Þórarinn heitir, ómeðvar maður, hann skal fé bæta. Sokki hvað sér þungt gerðir líka og svá öðrum Grænlendingum þannig fór mannjafnað. Hallur kvaðst ætla að þar muni þó staðar nema hans ummæli, og við það skildu þeir. Síðan rak ís at og þagði alla fjörðu, og hugðu Grænlendingar þá gott til, ef þeir mætti taka þá og þeir færi eigi svá brott sem allt var. En við það sjálft að mánaðarmótið kom, þá rak í brott allan ísinn og gaf kaupmönnum brott af Grænlandi og skildu við það. Þeir komu við Nóreg, Kolbeinn hafði haft ein hvítabjörn af Grænlandi og fór með dýrit á fund Haralds konungs Gilla og gaf honum og tjáði fyrir konungi hversu tungs hlutar Grænlendingar váru af verðir og hvarði þá mjög í róg. En konungur spurði annað síðar og þótti honum Kolbeinn hafa falls fyrir sig borið og komu engi laun fyrir dýrit. Síðan hljóp Kolbeinn í flokk með Sigurði Slembitják og gekk inn að Haraldi konungi Gilla og veitti honum áverka. Og síðan þeir fóru fyrir Danmörk og sigldu mjög, en Kolbeinn var á eftirbáti, en veður hvasst, þá sleit frá bátinn og drukknaði Kolbeinn, en þeir Hermundur komu til Íslands til ættjarða sinna. Og lýkur þar þessi sögu.